Þetta í 7. skipti sem hryssun riðin með þessu beisli og hún svarar því mjög vel. Beislið virkar þannig að það eru 2 ólar undir kjálkanum sem hafa áhrif á höfuð hestsins. Ólarnar ýta upp höfðinu til hliðar þegar á að beygja og dreifir þrýstingi upp höfuðið þegar á að stöðva. Beislið veldur engum sársauka. Það auðvelt að hamla og stjórna hesti með svona beisli. Beislið mjög þjált og hestvænt. Í anddyri reiðhallarinnar kynning á þessum búnaði á vegum hestvænt.is. Og við þökkum þeim Rakel Sigurðardóttir og henni Ófeig frá Holtsskóla fyrir þessa sýningu. Takk fyrir. Knapi Jón Helkovits, átekni verður 7. í vor. Háteig og svarta og knapi hennar Jón nokkur Helkovits en háteign komin út af hátíð frá Vatnsleysu í Móðurætt sem gerði garðinn frægan á landsmóti á Vindumumilum 1982 þar sem hún stóð efst 5 metra flokki og það var einmitt afi Jóns, Jón á Vatnsleysu heitinn sem sýndi hryssuna með yfirburðum og vildi Jón afi að Jón yngri myndi eignast hryssu út af henni í arf og hvað þá helst undan glampa. Og hér svo meiri bara mætt með tafningamanni sínum og knappa. Gráa hryssan sem Edda Rúnlítur brík frá Glúmsstöðum 10 vetra í vor. Eins og fram hefur komið faðir Glampi frá Vatnsleysu, móðir Blika frá Glúmsstöðum. Og Blika frá Glúmsstöðum höfðarþurski, þannig að það fer nú vel á því að Edda Rún sýni nú þetta hross vegna þess að Raggi Hinriks hann var mikill aðdáandi höfðarþursi eins og þið munið. En undan Hélu, Blika undan Hélu og Héla var undan Heru frá Mínisi og hún sem var undan Kul frá Eyrarbakka. Þannig að þetta langræktuð og góð hross. Og smiðju Ragnheiðar Samúelsdóttur. Ég hugsa sem nú alveg óvænt að klappa fyrir þessum hérna. Þetta vakrar alveg hryssur og eiga eftir að geta styrkjörna rækilega úr hófunum á eftir. Ég sé rétt að taka það fram. Það var einhver misskilningur áðan að eigendur þessara hryssu Sigurður Vignir Matthíasson og Edda Rún. Þetta glæsir hryssur. Svo báðum vakrar.